Halló! Allt í einu finnst mér þetta vandræðalegt. Af því að Ronja að horfa á okkur. Já. Okkur alveg saman þó Ingibjörg og Halla sé að horfa á okkur. En nú einhver svona ungur sem kann allt Já. og við erum bara svo lúðar. Við erum eins og við séum að fara á þjóðhátíð. Já, Eða í réttir. Já. Sveitaball. Draga í diska. Já. Við erum bara sveitaball. Við erum að hafa sveitaball. Já. Er ég Sveina? Íris. Gat í gangi. Og við erum reyndar að fara á ball. Bara aðeins að Öryrisball. Við erum að fara á ball. Ball þar sem við erum konar upp í rúm svona upp úr 8, milli 8 og 9. Já. Það er mjög gott ball. Já. En allan daginn erum við búin að tala um garn og prjón og hekl og útsaum. Já. Og selja eins og vindur. Já. Vonandi. Já. Verðum við með eitthvað skemmtilegt til að selja. Eitthvað sem við erum spennt fyrir. Já. Við allavega höldum það. Við erum alveg ósað spenntar. En við erum í Nýju peysunni sem að Edda Lilja hannaði fyrir okkur. Ungfrú Akureyri. Þurftum að vera með borðan líka. Já. Ef að útskýra peysuna. Já. Gerð þú. Ok. Sko. Þetta er bara svona eins og lopapeysa. Og hérna, hugmyndi var svo að gera eitthvað sem tengdist við Akureyri. Þannig að hérna efst uppi er kirkjan. Akureyri kirkja. Þetta hér er hvalsporðurinn. Svo koma bustabæir hérna. Blúp, blúp. Já. Ekki fallegt. Og þetta er líka herrapeysa. Já. Við erum búin að pröfa. Já. Strákarnir okkar eru mjög sætir í þessari peysu. Við erum eftir að mynda það bara. Já. Þannig að þeir eru bara heima í búin að vefja sig í Vítarapp og Undirbúa sig. Já. Líkamlega og andlega. Já. Fyrir myndatökuna. En hvað er í þinni? Heyrðu, ég er með handlitaðan léttlópa frá henni Sveinu sinni. Já. Hérna. Reyndar ekki þessi litur. Ekki þessi litur, sant? Þinn litur er búinn. Já, en má ég samt sína þinn lit, af því hann litur svo sjúklega fallegur. Já. Við erum með hvað, 14 liti í léttlópanum. Nei, kannski bara... Eitthvað svoleiðis, já. Já, eitthvað þar um bil. Já. Við allir, manstu, við litum í 10 liti í vor. Það átti að vera bara, nú. Nú erum við búin að lita litina sem ætlum að lita í léttlópanum í sumar. Svo fundum við fleiri. Já. Það vantaði bara inn í það. Já, ekki held þessi 14. Já. Þannig að það er í munstrinu og hérna, það fer rúmlega hálf í það. Þannig að það er hægt að nota hitt í vettlinga við eða hálfband eða eitthvað. Síðan er ég með í bolnum einrúm E2 sem er grófari, nei E4. Nei. Nei, ég meina L plus 2. Já. Gott að vera svona til svona manna. Já. Það er grófari típan og það var svo skrítið í prjónaði. Það fannst mér allt vera svona bumpy og eitthvað. Svo þegar ég þvoði hana, þá var hún sjúklega fín. Hún er geggjuð. Sjá. Já, hún styrlu. Og í minni, sem Edda Lilja prjónaði, þetta er prototýpan, er náttúrulega léttlópi, litaður af moi í garnigangi litnum. Og við erum með einfaldan plötulopa og við erum með silki mohair frá Knitting for Olive. Bara löfa þetta. þetta. Við erum svolítið fancy típur með silki. Sko, já. Lopi og silki er bara geggjublanda. Já. Það er bara þannig. En nú mér fara að vera heil. Ok þá. Þannig að ég er smá að fá úr henni. Já. Mér er svolítið gaman líka. Edda, hún er alltaf með trademark hérna, eða svona signature hérna stroff. Stroff, þau eru svo fín. 3 sléttar og 1 brúði og það gerir bara spes. Já. Rosa fallegt. Ég er mjög ánægð með þetta samstarf okkar. Við erum að vonast til að peysan komi út helgina. Ef ekki, þá bara verður það fljótlega upp úr því. Já. En við erum sjúklega ánægð með þetta. Alveg rosalega. Þetta var góð ákvörðun að fá Eddu Lilju í þetta. Já, og ég get alveg sagt ykkur það. Við erum búin að fá fólk í búðina, bæði ferðamenn og heimamenn, sem hafa séð peysunar og þeir bara bíða á refresh-takkanum. Það er búið að kaupa í peysuna. Það er allt klárt. Og svo bara, já. Allt klárt. Sko, nú er komin Ungfrú Eyjafjörður, það er komin Ungfrú Hafnarfjörður og það er komin Ungfrú Akureyri. Ég skora á fleiri hönnuði að hanna peysu fyrir sitt bæjarfélag. Það er svo skemmtilega. Já. Og svo langar okkur litla Akureyri af því að það er komin litli Eyjafjörður. Já. 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 En? Já, svo ætlum við að vera með svona ýmislegt á prjónagleði sem við köllum oft garngleði af því að það þarf að taka alla með. Já. Garn er fyrir prjónara, heklara,
útsaumara, vefara, spinnara, þannig að þú veist, þetta er ekki bara einsleitt. Nýtara. Já, þannig að garngleði finnst okkur rosa spennandi. Já. En við erum alltaf ekkert frekar. Nei, þetta er bara það sem okkur finnst. Já, og... En við verðum á Garðtorginu sem eru á prjónagleðinni. Já. Og Garðtorgið er kannski fyrir, en sko, svo eru námskeiðin líka fyrir alls konar. Já, það eru heppnanámskeið, útsaumur, spinnarar, já, alls konar. já, sem er ótrúlega gaman. Komið með okkur í þrýstihóp. Breytum þessi í garðgleði. Heyrðu, við erum með svolítið spennandi að koma með okkur, en við ætlum bara að sýna ykkur brota því, síðan eru sko fleiri litir eða meira úrval í þessu. Alright. Sjáum þetta. Þetta er geggjað. Þetta er frá Valkyrie Fibers og í þessu garni er 60% ethically sourced merino wool. Yes. Ethically. Ethically sourced. Já. Ég heyrði bara hvað það ljómaði Nei, aðstæðlega. það var gott. En það var gott. Og 40% íslensk ull og þetta er geggjað. Ég er búin að prjóna, Já. ég er búin að prjóna úr því. Vesti. Og þetta er svo flott. Áferðin á þessu geggjuð. Ég var að hugsa að koma í kjólum sem ég prjónaði þetta við í dag. Já. En hann er svo rosalega svona sumarkjól. Já, það kemur dagur fyrir það. Ég veit það. En hérna þetta vesti er sturlað. Og ég bara... Áferðin er frábær. Hún er í rauninni að kemur svona pelsull áferð á þetta. Það kemur svona smá glans. Mér finnst þetta sko... Ég bara... Já, ég á ekki til orðið verið þetta. En að við komum með nokkra liti í þessu. Já, þetta kemur sérst til þannig að ég fór til Bandaríkjanna um daginn að hjálpa Amy sem er á bakvið hérna Valkyrie Fibers. Hún býr hérna á Íslandi á sumrin að lita og við vorum svona að finna út hvaða liti hún vildi hafa í fyrstu línu sinni. Já. Þannig að það sem svona didn't make the cut, eins og maður myndi segja. Sko, við skulum líka muna það að hérna Amy hún er meiri fyrir sko skærari liti og er svolítið mikið í svona einhverju svona kraftmiklum litum. Já. Við erum svolítið að vinna með svona meiri náttúruliti og smooth og eitthvað svona. Sko. Þannig að það eru litin sem henni finnst ljótir. Henni finnst þetta bara ógeðslegasti litur sem hún á ævi sinni séð. Bara, Sveina, you are taking this all with you. Ég bara, já. Þannig að ég er búin að sko vinda þetta upp og búin að velja með peysu. Þannig að þetta er næsta prjónana. Edda Lilja fekk þennan lit líka og þennan og er byrjað að prjóna. Þannig að... Þetta verður bara fallegt, sko. Já. Þannig að þetta verður við með á gleðinni. Heyrðu, svo að því að það er svo margir sem hafa prjónað peysun hennar Eddu hérna hana Fríðu. Já. Og Sveina gerði ofboðslega fallega útgáfa henni. Til að hafa þetta? Já. Bara. Ég sést pröfuprjónaði ennsku útgáfuna eftir prjónagleðinni fyrra. Og hérna, ég bara vil taka það fram að hérna, þetta er sérst, það er svolítið vinna með þetta þema hérna. Já. Allt sem ég geri Passa saman. Finnst mér vera fallegt. Nei, er svolítið grænt. Já. Heyrðu, og við lituðum, við litum. Já. Hérna, fullt af Supersoft, Holst Supersoft garni í svona Irjóttu, fallegu. Hvað er tilbrigðið okkar? Er þetta þessi? Þetta er tilbrigðið. Já. Við kallum þennan tilbrigði vegna þess að hann er eins litaður. Hann er eins litaður og þetta. En svo bara er hann mismunandi á mismunandi grunnu. Og sem er svo gaman. Þannig að hérna hann heitir tilbrigði. Þannig við komum fullt af hérna handlitum sem hægt er að nota síðan á móti Supersoftinu. Komum með Supersoft líka, eitthvað smá. Já. Þannig að, já. Svo ætlum við líka kannski að koma með smá Supersoft. Fyrir þá sem þóra í þessa. Það er fullt af skemmtilegu. Já, veistu það? Að þegar ég byrjaði, þá ég verði aldrei búin að þessu, sko. Nei, sko. En svo komst ég einhvern rytma. Þetta er bara því ég er ekkert sjúklega vön tvíbandaprjóni. Þú veist, ég ger alveg annars lagi svoleiðis. Þú varst að fljóta þessu, sko. Ég er að segja það. Þegar ég komst í rytman, þá bara gat ég ekki hægt. Því þetta var svo gaman. Má ég segja hvað ég kom langt? Já, hvað kom langt, sko? Ég er hér. Já.
En sko, ég sverða, leið út búið með fyrsta blómið, þá fer þetta, þú veist, að ganga. Þetta samt, öxlin er erfiðasti parturinn. Já, hún er það. Það er sko... Það er svolítið möll. Það var svolítið, maður minn kom heim þegar ég var í miðjukafi að vinna þetta. Það var, ekki trufla. En þetta kemur sjúklega flott út. Já. Og svo er þetta stíkað hérna, þannig að klift, Allt prjónað í hring. Allt prjónað í hring. Ekkert fram og tilbaka eitthvað. Þannig að ekki öðvöld. Þannig að við komum með þessa og kannski eitthvað smá í hana, annars, þú veist, það býður upp á svo fjölbreytta litamöguleika, við getum ekki... Getum ekki komið allt, en svo hins vegar er sámöguleiki að skoða hana og svo er þetta panta á netinu líka. Já. Það er alltaf í boði. Það verður ekkert lokað hjá okkur. Nei, Ronja, þið standið vaktina. Já. Og ef við sjáum TikTok hjá okkur, þá vitum við að þið eru að hása. Nei. Við báðum. Okay. Farið að fylgjast með Garn í gangi á TikTok því að við erum búin að Við erum búin að fá iðnaðarmenn í þetta. Já. Og við erum spenntar. Heyrðu, svo er þarna afmælispeysan. Já. Við gerðum eina pröfu að því að við sáum svolítið fyndið og skemmtilegt garn og fyrst voru pínu stressaðar því að okkur fannst það pínu dýrt. En það fara bara 4 í peysuna, 4 til 5 í mesta lagi. Já. Af þessu dýrindis garni hana. Þetta kemur í 5 litum. Já. En þeir eru allir svona, þú veist, það er gull, silfur, svargull, kopar og þessi. Já. Og þetta er prjóna nummer 8. Ég held ég hafi verið 3 dagar prjónpeysum. Ég veit það. Og sko, þetta er prjóna nummer 8 og þetta er 50 grömm og 200 metrar. Þannig að þetta er náttúrulega bara rugl hvað þetta er drjúgt. Já. Og þetta er svo fallið og það er ekkert götugt, hún fyllir alveg upp í. Já. Þetta er náttúrulega pínu gerðverðni. En það er móher og ull í þessu líka. Það er fancy. Ég veit það, þetta er bara svona fancy-pansy. Þannig að það er mögulega getur verið svona sparipeysa. Hún er geggjur. En svo er náttúrulega hægt að nota hvaða uskil sem er bara. Svo fengum við litla sendingu af svo litlu krúttlegu. Make it bloomin'. Þetta eru pínu litlar blómapaljettur. En sko, leið og við höfum búin að taka upp pakkan, hvað gerði þið það? Þá náttúrulega seldum við úr svo prjónum úr og gerðum og... Og beint á netið og pöntuðu meira? Já. Það er bara þannig? Já. Ég er sem sagt að pröfprjóna ból. Nei, sko þetta gerir bara bólinn. Þetta er eins og þessi litli svona vastrópar á... Ronja, hún er að tapa sér. Sjáðu hvað þetta er fallegt. Nei, heyrðu þú, góð litur. Whoopsie. Nei, Manstu, það þarf alltaf að passa saman. Ég veit það. Já. Sko, við mátuðum aðeins og þú veist, að því mér langaði að nota þetta garn. En þetta var bara besti liturinn. Ekki ætlaði að vera að taka bleikan? Nei. Ég þarf að eiga hann fyrir hina. Sunna María þurfti bleik. Ég veit það. Nei, en svo líka sko, af því við fengum bara 3 lita af þessu. Það er að koma 4 núna. Já. Þannig að þetta... Hvað er við nefið? Já. Halló? Gósi hvað. Þannig að þetta var bara það sem við þurftum. Heyrðu. Vonandi kemur restin fyrir gleðina. Ef ekki, þá finnum við út af því. Já. Hvað ertu með þarna? Þú talar um þetta. Já, þetta er þín deild. Vegna þess að þú veist, augun á mér voru komin hingað og ég gæti ekki hægt við að tala um þetta. Heyrðu. Sko, við erum búin að lúra á þessu í meiri mánuð. Já. Þetta hefur ekki farið fram. Nei. Vegna þess að við ætluðum að... Það hefur ein fengið að kaupa. Já. Af því að við ætluðum að eiga þetta sem tromp á prjónagleðinni. Þetta heitir Lang Fiesta. Hrikalega skemmtilegt. Fengum 10 liti af þessu. Nei, 6. Og þetta eru 50 grömm og 140 metrar. Þannig að þetta er svona prjónað 3,5 til 4. En ég er að vefa úr þessu. Og það er svo flott. Rosalega fallegt. Og ég kemur það á gleðina. Ég held þessi líka fallegt sko fyrir þá sem er að vefa. Að nota þetta með einhver öðru og tengja litina og eitthvað svona. Já, þetta er bara svo styrlað. Og þetta er 88% bómull og 12% nælon. Svo skemmtilegt. Já. Spennt að sýna ykkur þetta. Já. Svo erum við búin að vera að lita. Já. Og þegar Íris er að gera grín að því að þegar við segjum að við litum, hún gerir alltaf erfiða. Það er ástæð fyrir að ég er að lyfta lóðum.
Hún er alltaf að passa upp á mig, þannig að ég geti litað. Sveina drussar Ég drussa. og ég skólavinda Já, og hengja upp. þetta er svo fullkomið, samstarf. Já. Og svo merkjum við saman. Já, Þetta er bara allt og gott. Sveina mann hvað litirnir heita. Já, yfirleitt. En við erum búin að vera að lita á, munið við komum í fyrra með svona neon speklugat. Við erum búin að vera Það eru konir nokkri litir núna sem til eru viðbótar, geggjaðir. eru alveg Og við styrlaðir. erum með svo mikið af hugmyndum, handa ykkur, Já. ef ykkur vantar. Já, Að ég veit að maður er alltaf verkefnalaus. ég veit það. Og við komumst ekki yfir allar þessar hugmyndir sem við fáum. Nei, þannig við ætlum að reyna að deila þeim á ykkur, svo Já. þið framkvæma þetta. Svo erum við búin að, við áttum þennan lit, þetta er gatni gangi liturinn. Sjáu þið hvað gaman hvað þetta litast mismunandi á mismunandi grunna. Erum við nokkuð með hann hér? Nei, hann er annars staðar held ég. Ok. Svo skemmtilegt. Og þetta við vorum líka með nokkra hespera þessu í fyrra og það er bara, whoops! Þetta eru 50% baby suri alpakka, 30% extra fine merino og 20% silki og þetta eru 1200 metrar. Það er bara eina sem fylgir þráð í Já. þessu. Þannig að flestum dugar ein sem fylgir þráður í peysu. Og þá sem fylgir þráður, þá meinum við að setja eitthvað skemmtilegt með til að þá geti Nú, þetta. þetta er Það ekki væri leiðilegt. nú eitthvað skemmtilegt Já. saman. Ég veit samt ekki, þú veist, ég er ennþá þannig að ég tími ekki að setja neitt saman með Nei, þessu. af því að sko áferðin á þessu er svo dásamlega. Já. Mér finnst reyndar með þessu hérna einlitt gafn. Já, það verður að vera einlitt. Því þá nýtur sko liturinn á þessu sín. Já. Svo vel. All right, heyrðu, já. Til bara- dæmis, þetta er þið sturlaði bólur. Já. Léttur og skemmtilegur. Það er bara létt suma peysa. Já. Ok. Þannig að við komum með fullt af handlitið, meira heldur en nokkuð tíman áður. Já, og vitið hvað? Við komum með 2 dömur með okkur. Þetta er svo mikið luxus. Já, við erum svo heppnar. Það eru svo æðislega. Já. Það er Sunna María og Linda Björk. Já, það er alltaf að vera með okkur á básnum helgina. Já, og reyndar veit ég að Fanny er að fara sér, en við þykjumst eiga hana, þannig að hún er að koma með okkur. Vegna þess að hún ætlar að vera hún verður involveruð í básin okkar. Já. Þannig að Þannig að þetta verður svolítið svona eitt stór stuð. Já. Og við ætlum að koma með gatn í peysurnar sem að þær eru að gera, Linda og Sunna. Já. Knitting for Olive Heavy Merino, Jep. Merino og Silky Mohair Já, og svo cotton og merino Cotton Merino. sem er fullkomið í sumartoppana til dæmis. Já, og ég til dæmis, ég held hún væri komin út uppskriftin á litin. Já. Já, ég held að bólurinn hennar Sunnu verði komin Já. út Viðurkolla. Nei, Blásól. Blásól, bólur. Og hann er úr Tvöföldu. Já. En svo er þetta að mixa alls konar. Já. Það er allt hægt. Og Glemdi einu gatni sem við erum að leita. svo skemmtilegt. Ég held að séu samt fleiri litar að nota þetta líka. Þannig að þetta getur orðið svolítið, þú veist, spáðum að gera peysu úr svona, það er í alls konar litum og raða eitthvað saman. Svo þetta gerir Það er gott hárkollu. að það er hárið, sko. Fyrir. Svo góð lifting. Já, Svo krullu og svona. það er að gegja. Og ég gaf hvernig ég er með svona gott Já, og mikið hár. já, og sjá þetta. Það þarf ekki að perma þannig. Nei, ég get hægt að fara í permanent, ég bara fæ mig að... Það er maður rétt, Ronja, það er eins og græna þannig rétt að menna. Já, nei, við skulum bara hafa þetta svona. Við verðum bara með hákollvik og sætar. Ég bara, þú veist, ég þurfti bara aðeins að sjá, Já. af því að... Bara saman. Ha! Það er smá spög. Já. En sko, ég keypti þannig grunni fyrra einhvern af því mér fannst það bara fyndið og skemmtilegur. Já. Og svo var það ekkert fyrir inn í vor að ég pröfaði að leta hann. Mástu, við seldum alveg Já, í húuna hana. Beanie number 1 Já. eftir My Favorite Things knitwear. Já. Þetta er fullkomið í hana. Það kom aðeins í baki á okkur, vegna þess að það er náttúrulega kláraðist bara á 2 dögum. Já, ég veit það. Og svo hélt fólk áfram að spyrja og við bara, Þá vísum við bara Maró, þeir Já. voru með gatnið. já, Þannig að það var bara geggjað. win-win. Þeir voru sérst með uppgeðu gatn. Já. Ekki eitthvað rugl, eins og við erum með. En við erum alltaf að... Eitthvað aðeins að. Sko, við vitum það vel að uppgefið gatn er ekki heilagt. Nei, hvorki uppskrift, né gatn er heilagt, Nei. vegna þess að ef maður er skapandi manneskja, Mm þá þarf maður að fá að skapa líka.
Erum við að glemja ykkur? Heyrðu, þú ert með eitthvað mjúkt og kósið þarna. Herði, já. Sko, nýtt gatt fyrir sokkaprjónaran okkar. Já, það er eitt af því sem við erum líka, veit hvað, ég segja þetta. Já. Þetta er Cashmere Luxury Socks frá Rico. Þetta er sjúklega mjúkt. Þetta er geggjað. Og þetta er, hvað er hérna innihaldslýsingin á þessu? Það er hérna ull, polyester og kasmír. Það er 65 ull, 25 polyester og 10% kasmír. Og þetta verður svona breiðar endur. Já. Þetta væri líka flott í ermar á einlitum peysum, það sem ég sé svoleiðis. Það verður líka bara ekki flott vesti. Já. Þannig að við fengum þessa 4 liti núna. Já. Vefár? Já. Helling þetta gerur þessu. Heyrðu, að því að við vorum að tala um sokka. Já. Það var allir nefni. Það eru náttúrulega nýkomnir út sokkar eftir hana Eddu-Lilju sem heita Fríðusokkar. Sem ég pröfuprjónaði. Sem að Sveina pröfuprjónaði. Og við erum búin að handlita bunch af kittum í sokkana í litanum hennar Sveinu. Já. Og þannig að það eru 3 mismunandi litakombó. Er það ekki? Jú, við náum 3 eða 4, ég man það ekki alveg. Þannig að Svo letuðu þið líka í gær, af því manstu við heldum við erum búin að leta. Já, en svo bara, einnig við mútið. Já, af því að hérna, sko, það er forsaga. Já. Edda-Lilja og Kristín í Vatnsnesi voru með pop-up hérna daginn. Sem var svo gaman. Rosalega gaman. Og það kemur ein hérna á pop-upið í svo fallegri kuskspeysu eftir Edda-Lilju að ég bara varð. Þannig að þú fannst lit fyrir mig hjá Kristín í Vatnsnesi. Já, og þú fjallst fyrir nafninu. Where is my mind? Jep. Og ég er að gera hana bara með svona kvartermum og er reyni bara að nýta 400 metra hespuna sem best. Já, þá dugar það í kvarterma svona bara mátulega stuttan. Já. En til þess að það væri með stutterma og aðeins síðari, já, það er bara, þá var líka myndið duga. Þannig að þú veist, 2 silkimóhair og ein handlituð, 100 gramma. 400 metra. Þannig að ég verð búið með þessa fyrir hérna prjónagleðina og við letuðum í 3 liti. Já. Ná sett. Við fengum nefnilega nýtt móhair til að lita. Já. Sem er alveg sko 36% silki. Og ég er svolítið spennt. Þannig kemur til þess verkefni fyrir ykkur sem er svolítið skemmtilegt. Að það sem við vorum að lita er hérna 100 gramma. Já. Og móhairinn litaður í sama lit en mismunandi áferð. Erum við að tala um það? Já. Þetta er náttúrulega ekki sami litur. Við sjáum það nú alveg. En þetta er svo styrlað. En þetta er hérna Sistrabönd og Nothing for Olive. Mér finnst þetta styrlað. Poppy Blue. Minnst þú svolítið svona eins og íslenski fáni núna? Já, með hvítabólum. Já. Ég veit ekki hvort ég má sína hérna, fyrirgeðu Ronja mín, þetta datt í gólfið. Sko ég er að pröfa frá hann fyrir Eddu, hún er búin að sína, ég ætla að gera rosa snöggt. Þannig að hún er að hanna sokka sem eru í sokkaklúbb hjá henni núna í júní. Og má ég segja söguna baka? Já. Sko, að því að Sveina er búin að hanna sokka sem heita Sveinusokkar, en Eddu langaði svo hanna Sveinusokka. Af því að þetta sama munstur voru í húin sem hann hannaði sem heitir Sveinuhúfa. Þannig að við þurftum að finna nýtt nafn á sokkana og hún sendi skilaboð á mig og spurði hvað lýsir Sveinu best? Og ég sagði grallari. Þannig að mögulega er þetta bara grallari sokkar með Sveinuhæl. Já, ég sagði að óreiða þegar ég var að lýsa sjálfur mér, en þetta er með Sveinuhæl, tvíbanda Sveinuhæl. Sjúklega falleg. Pantiði júní hérna sokka pakkan hennar Edda-Lilju. Það fáið að prjóna þessa sturluðu sokka og pröfa tvíbanda Sveinuhæl. Já. Sem bara geggjað. Já, þetta er það sem ég með á prjónunum núna. Heyrðu, já, og svo, ég ætla bara að minna ykkur á eitt. Við verðum ekki með útprentaðar uppskriftir, en það verður QR-kóði á uppskriftunum hjá stelpunum, hérna Lindu og Sunnu.
og þannig að þá er hægt að bara smella síman við, þá finnur uppskriftina og getur keypt hana og fengið hana í símaðinn. Já, þá ferðu bara beint inn á síðuna þar sem þar sem uppskriftin er. Já. Já, er eitthvað fleira? Pottþétt. Ronja, manstu eftir einhverju? Við komum með eitthvað nýjum bókum. Við ætlum að koma með verðlistan frá Ashford. Því við ætlum að safna í forpöntun. Já, og ekki gleyma. Við vorum að fá nýja sendingu og þær koma með alls fullt af konar geggjum litum. Já. Að ég held nefnilega sumar töskur þurfi systratöskur. Já, okkar þurfti þess allana. Já. Er nú fólk farið að liggja á gluggunum? Já, þá erum við að fara að gera eitthvað. Við erum að fara að gera eitthvað. En sjáumst á Blönduósi helgina. Já. Við erum mjög rosa spenntar. Já, bara mjög spenntar. Fyrst erum við að gera smá. Já, 3 dagar að tala gagn. Já. Og handavinnu. Já, getur ekki verið betra. Mögulega borðin á milli. Já, love you. Bye.